Bara verðið velkomin. Hérna hjá okkur í dag hann Skúli Bragi Geirdal, verkefnastjóri fjölmiðlanefndar. Þau eru búin að vera að gera mjög spennandi hluti síðastliðið ár og eru að fara núna af stað með fyrstu miðlalæsisvikuna á Íslandi. Já. Til að efla svona meðvitund okkar stafrænan veruleika, ógnir hans og tækifæri. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, en bara hérna deila glærunum hans sem við fengum loksins. Sjá. Já, bara takk hérlega fyrir þolinmæðina. Það er vonandi nógan kaffi og við erum okkast að klára í þetta núna. Ég tala bara þátt í rætt fyrir aðeins ræðir í gegnum þetta. Það væri gaman að vera með smá umræður líka. Það er náttúrulega mjög viðeigandi líka þegar við erum að tala fyrirlestur sem að fjallar tækni, að við séum komin í plan A, B, C, D og E þegar við erum að tengja þetta. Tæknin, hún er oft ofboðslega frábær en líka stundum fyrir okkur. Það eru áskoranir í tækninni og þess vegna er mikilvægt að við séum að fjalla miðlalæsi. Það hefur orðið og maður hefur fundið fyrir því mjög mikil vitundarvakning á þessu málaflokki núna, sérstaklega á þessu ári hefur fundið fyrir og ég á ekki von á öðrum að það muni aukast. Þetta er málaflokkur sem hefur verið mikið meiri umræðin í löndunum í kringum okkur. Þar erum við með teymi í miðlalæsi á öðrum Norðurlöndum sem dæmi, öðrum stórum Evrópulöndum sem hafa verið að vinna þessu senustu árin, hafa verið að vinna rannsóknir en við höfum verið svolítið eftir á en erum að reyna að gera okkar besta til þess að reyna að ná í skottið á okkur. Ég byrði að tala smá fjölmiðlanefnd, kynna smá fjölmiðlanefnd, ég ætla ekki að eyða miklum tíma í það en fjölmiðlanefnd er sem sagt sjálfstæð stjórnsýslunefnd og flestir tengja fjölmiðlanefnd við þessa nefnd sem er með eftirlit með fjölmiðlum. Sem er alveg rétt, eftirlitið er samt ekki þannig að það situr enginn við tölvuna að lesa allar fréttir og horfa á alla þætti. Það er í raun alltaf algjör ógjörningur. Við tökum við kvörtunum og ábendingum. Hún er sjálfstæð af því það gefur auga leið að svona nefnd þarf að vera það því að það væri mjög auðvelt að misnota svona nefnd með svona vald sem getur sektað fjölmiðla ef við værum til dæmis, við nú heyrum í menningar- og viðskiptaráðuneyti og ef við værum með einn Donald Trump þar sem bendir á allar upplýsingar sem hann er ósammála og segir að það séu falsfréttir, já þá værum við að sekta þá fjölmiðla sem hann væri ósammála. Það gengur ekki. Nú, það er alls konar verkefni sem að ég er með á glærinu, ég standi fyrir með þess að, ég var ekki með að fatta það. En svona það sem er kannski nýjast hjá okkur, er þetta miðlalæsis hlutverk sem er bundið í lög og okkur er ætlað að efla miðlalæsi. Þetta er dálítið langur listi af alls konar verkefnum, við erum í alls konar alþjóðlegu samstarfi, eins og segja eftirlit með lögunum, vernd barna og svo framvegis. Og við erum fjórir starfsmenn hjá fjölmiðlanefnd sem gerir okkur einni af fámennustu nefndum í Evrópu. Við erum svona pari við Gíbraltar og Eyjuna Mön. Nú ég er yfirmaður miðlalæsisdeildar fjölmiðlanefndar, ég er einn í henni, þannig að ég get alveg sagt það. Og það var þessi starfslýsing sem var auglýst í upphafi árs 2021 og þar segir starf verkefnastjóra miðlalæsis að annast verkefni sem tengjast miðlalæsi, gerði nýrrar miðla- og upplýsingalæsistefnu fyrir Ísland ásamt framkvæmdaráætlun. Er að ræða nýja stöðu fjölmiðlanefnd sem að felst annars vegar í stefnumótunarvinnu og hins vegar í verkefnastjórnum til að fylgja stefnumálum eftir. Verkefnin munu miða því að ná til fólks á öllum aldri í því að efla þau að nota samfélagsmiðla, leitarvélar og svona gagnrýna hugsanlega hvaðan upplýsingar koma. Þetta er ofboðslega stórt verkefni og manni fallast mjög fljótt hendur í því að ætla að fara að ná til fólks á öllum aldri og efla upplýsinga á miðlalæsi þeirra. Lykilatriði í svoleiðis stóru verkefni er þá auðvitað samstarf og það fyrsta sem maður gerir er það að ná saman öllum. Af því þó maður sé einn í einhverju deild, þá er maður yfirleitt ekki alveg einn í heiminum. Þannig að við erum núna með þetta tengslanit upplýsinga á miðlalæsi sem var stofnað líka 2021. Það er samstarfsvettvangur 30 mismunandi stofnana, ráðuneyta, fyrirtækja og samtaka. Og upplýsingar. Já. Og upplýsingar. Já, meðal annars upplýsingar.
sem tengingin hingaði, en það heitir þetta upplýsinga- og miðlalæsi. Þannig að með því að vinna svona saman höfum við getað gert meira, við höfum getað stækkað okkur fyrr og það ofboðslega gott. Nú maður í alls konar vinnuhópum í Evrópu og svona alþjóðlegu vettvangi. Það maður fullt af ofboðslega flottum hugmyndum, ofboðslega skemmtilegum verkefnum sem við gerum í öðrum löndum. En við höfum náttúrulega mjög lítið bolmagn til þess að gera hlutina hér. En eins og ég segi, það var vitundarvakning núna seinasta árið, 2022. Þannig ég vona að þetta málaflokkur sem að fara að vaxa. Við höfum verið með verkefni hér á landi eins og SAFT-verkefnið. Þegar að það kemur til sögunar, þá fjölmiðlanefnd ekki til. Þetta þýðir að heimili og skóli fær það verkefni þá. Svoleiðis verkefni í upphafi, þá var markmiðið við þurfum að kenna börnum og ungmennum á tölvur og nýja tækni. En þetta náttúrulega breytt landslag sem við erum að horfa upp á í dag og þetta farið að varða okkur öll og ég held að við upplifum það flest þegar við erum að tala tæki, neti, síma, samfélagsmiðla, að þetta algjörlega nýr heimur og það mjög erfitt að fóta sig og kannski átta sig á því hvernig hann virkar. Það auðvelt að taka þátt í honum, það auðvelt að kíkja á allt skemmtilega stöffið sem í gangi og vera í samskiptum og sjá allar góðu hliðarnar, en það auðvitað þessar áskoranir líka sem að við eigum til að svona loka auganu fyrir að því þetta svo skemmtilegt og frábært. Nú, fyrsta verkefni okkar var að eyða þessu litla fjármagni sem fylgdi þessu stöðugildi mínu í rannsóknir. Við þurfum að átta okkur á því hvernig landið liggur. Það í raun ekki hægt að setja bara puttunum upp í loftið og giska á það hvernig staðan Við þurfum að hafa heimildir, við þurfum að hafa staðreyndir með okkur í liði og það auðvitað ef eitthvað stöðugildi ætti að leggja áherslu á þetta, þá væri það stöðugildi upplýsinga og miðlalæsi. Það sem við veltum fyrir okkur, hvaðan upplýsingarnar að koma, hver að segja og hvernig þær svona matreiddar fyrir okkur. Nú, ég fjölmiðlafræðingur, vinn hjá fjölmiðlanefnd og kenni fjölmiðlafræði, það svona mín menntun í þessu. Það staðreyndir og þau gögn sem að ég byggi á eru rannsóknir fjölmiðlanefndar og annars vegar Maskín og svo hins vegar Menntavísindastofnunar Háskóla Íslands, þannig að þetta byggir á góðum gögnum og við erum að matreiða þetta þannig að okkar eina markmiðið að fræða. Það í raun, ég ekki að reyna að selja einhvern vöru, ég ekki hérna fyrir hönd neins nema bara ríkisins og já, það eina markmiðið að fræða. Þannig að við eigum í raun að geta treyst þessu. Nú, þegar við erum komið öll þessi gögn í hendunar, allar þessar upplýsingar, það komin þessi vitundarvakning og þá kemur alltaf spurningin hvað ætlum við svo að gera í þessu? Hvað ætlum við að gera með? Hvernig ætlum við að efla upplýsingamiðlalæsi? Og við ákveðum að nýta okkur önnur verkefni sem eru í öðrum löndum og þar höfum við séð upplýsingamiðlalæsisvikur. Við höfum séð svona átaksverkefni náttúrulega hér á Íslandi á mörgum öðrum sviðum en ekki á þessu sviði. Og þessi vika í næstu viku. Og þessi rópast gaman að vera hérna líka í dag að kynna þessa viku. Þetta afrakstur margra mánaða vinnu í þessu tengslaneti og ég held ekki rétt ímyndað ykkur ef við hafið verið í einhverju samstarfi að vera með 30 fyrirtæki, stofnanir, ráðuneyti og samtök. Þetta hefur verið snúið. Ég ætla ekki að segja þannig öðruvísi. En saman höfum við getað framlengt þetta hér fyrir mjög lítið fjármagn. Við þurfum að byrja að skilgreina hvað miðlalæsi og við höfum verið að vinna með þá skilgreiningu. Það hefur kannski ekki verið ein góð skilgreining á því hvað þetta Við skilgreinum þetta upplýsingamiðlalæsi hæfni til þess að leita sér að, skilja, greina, meta og skapa upplýsingar og öruggan og skilvirkan hátt í gegnum mismunandi miðla og upplýsingavitur. Og það kannski þessi þáttur að skapa sem hefur ekki verið lögð sérstaklega mikil áhersla á hingað til. Og þá erum við auðvitað ekki að tala að kenna börnum og ungmennum að skapa upplýsingar eins og áhrifavaldar að gera. Heldur, hvernig látum við upplýsingar frá okkur? Það hluti af læsinu að skapa upplýsingar líka. Já, eins og ég segi, þetta hérna að erlendri fyrirmynd, þannig við höfum verið góðu samstarfi líka við KAFI í Finnlandi og Møtitilsynet sem svona fjölmiðlast eftirlitið í Noregi. Við gerðum þessari viku. Það þetta tengslanett sem stendur að henni og þetta fyrsta stóra verkefni sem að tengslaneti stendur fyrir. Já, mikilvægið
þetta í rauninni þegar maður fer að skoða þessar niðurstöður sem við höfum í höndunum og við höfum séð sérstaklega þar að leggja áherslu á börn og ungmenni. Þau eru í miklu vanda. Líka aldurshópurinn 60+, hann á annan hátt í vanda með þessa nýju tækni og eðlilega. En það þarf að nálgast þessa hópa á gjörólíkan hátt. Yngstu sem við séð í rannsóknunum okkar eru viljugir til þess að leita sér aðstoðar. Eldri eru það ekki. Þau eru líklegri til þess að segja að þau kunni hlutina betur en þau geri raunverulega. Og ég meina þetta ekkert illa, alls ekki. Og við gerum þetta í rannsóknum okkar, við reynum að vera svolítið sniðug í þessu að við spurjum hæfni okkar. Við spurjum hversu góður ert á þessa tækni og hina tæknina. Og við metum hæfni okkar yfirleitt frekar hátt. Svo komum við með dæmi til dæmis falsfrétt eða eitthvað slíkt og biðjum fólk að meta þetta. Og þá kemur ljós að það ákveðin skekkja í því hvað við höldum að við kunnum og hvað við raunverulega kunnum. Þannig ég hef smá gögn til þess að bakka þetta upp og ég ekki bara hérna ungi strákurinn að tala illa eldra fólk, bara svo það sé alveg á hreinu. Áhætturnar, þetta þessar rannsóknir sem við höfum verið að gera og við höfum gefið út í mismunandi skýrslum til þess að reyna að ná til fólks að mér finnst sjálfum ofboðslega leiðilegar svona 100 blaðsíðna stórar þungar ríkisskýrslur. Þannig að við höfum reynt að setja þetta fram á aðeins þægilegri hátt. Og þessar skýrslur eru allar aðgengilegar og það líka bara gott að minna það hér að ef einhver að vinna rannsóknir á þessu sviði, þá hægt að komast í öll þessi gögn. Þið sitja ykkur bara í sambandi við okkur og það ekkert mál að leyfa ykkur að komast í þessi hrágögn ef þið sjáið einhver sóknarfæri á að nýta þau í ykkar rannsóknir. Verkáætlun, ég þarf ekki að fara neitt mikið í þetta því að tíminn búinn að hlaupa svolítið frá okkur. En þetta aðaláherslurnar núna að búa til fræðsluefni fyrir börn og ungmenni. Þemað í svona fræðsluvikum þarf ekki að vera það sama hverju ári og ég sé fyrir mér að áhersluatriðin verði fyrir 60 ára og eldri fyrir næsta ár og við verðum með fræðslur fyrirlestur í háskóla 3. æviskeiðsins núna í næstu viku sem verður áhugavert. En áherslan fyrir börn og ungmenni og þar hefur eftirspurnin verið eftir efni á myndbandaformi. Þannig að við framleiddum 6 fræðslumyndbönd. Við hverju myndbandi fylgir kennslustuðningur og þessi pakki var sendur núna á alþjóðlega netöryggisdaginn sem var núna þriðjudaginn seinasta á alla skóla landsins. Þannig að þetta bara eitthvað sem allir fá og á að vera öllum aðgengilegt. Við opnum síðan miðlalæsi.is og það í raun sameiginleg síða allar sem í þessu tengsl. Þetta til dæmis upplýsingar. Þannig að öll verkefni á þessu sviði eiga erindin á þá síðu. Hún ekki þannig að hún að taka athyglina frá þeim sem að vinna vinnuna, heldur meira til þess að vekja athygli á það. Það svo erfitt þegar við erum að kynna þetta að minna farið svo inn á heimasíðu fjölmiðlanefndar og inn á Landsbókasafn og inn á Sátt og heimili skóla. Þetta langur listi sem enginn að hlusta á. Farið inn á miðlalæsi.is. Það eru bara stuttir hlekkir sem að færa ykkur síðan yfir á réttu síðurnar. Síðan verðum við með málþing sem gott að minna á og skráning í fullum gangi þar. Við verðum í Grósku á fimmtudaginn í næstu viku. Það verður ofboðslega áhugavert málþing að mínu mati og fyrir alla sem áhuga á upplýsingar á miðlalæsi. Katrín Jakobsdóttir ætlar að opna það. Síðan erum við Stefáni Komi sem sérfræðingur í miðlalæsi og svona leiðandi í þessu miðlalæsis vinnuhópum í Evrópu. Hún líka, það áhugavert að líta til þess að hún hjá fjölmiðlaeftirlitinu í Írlandi og þessi stóru leitavélar, Google, Facebook og þessi stóru miðlar, þeir allir með aðsetur sitt í Evrópu á Írlandi. Þannig að þeir lendi inn í lögsögu Írlands og þess vegna ofboðslega áhugavert að fá fyrirlesara þaðan til að sjá hvað eru þau að gera í því að reyna að ná böndum á þessu stóru miðla. Og síðan fullt af stuttum erindum og gott pallborð og þannig að ég bara mæli með góða veitingar. Þessi fræðslu myndbönd, við framleiddum þau fyrir heila 1 milljón króna sem telst nú ekki mikill peningur en okkur tókst þetta samt. Þau verða gerð aðgengileg og ég mæli nú eiginlega með áhorfi á þau líka fyrir ykkur. Þetta auðvitað ætlað fyrir börn og ungmenni en það mjög margt áhugavert þarna. Við vorum með ungmennur frá Samfés og samtökunum 78 sem voru að deila sinni reynslu af þessum veruleika. Og það eru áhugaverðar sögur. Við erum með dreng sem deili með okkur sinni upplifun af því að honum var kennt alltaf það að treysta öllu sem fullorðnir segja. Svo fer hann á samfélagsmiðla á þess að foreldrar hans viti það. Og áður en að veita að veru fullorðnir farnir að biðja hann nektarmyndir inn á samfélagsmiðlum.
mér er kennt það að ég ætla að treysta fullorðnum og hann sendir þessar nektarmyndir 8 ára gamall. Þannig að þetta er sláandi upplifun og í okkar niðurstöðu sjáum við gríðarlega hátt hlutfall barna og ungmenna sem eru beðin og fá sendar nektarmyndir sem dæmi. Og þetta er svona klárt mál neikvæður hluti þessa stafræna heims og mér hefur þótt í umræðinni erum við að tala um það að það eru 13 ára aldurstakmörk samfélagsmiðla. Ég verð að koma með þess að ég hef aldurstakmörkur alveg svona mér ofarlega í huga, þannig að það fæðist enginn og dreifir það að starfið að snúast það að tala aldurstakmörk en einhvern veginn datt ég inn í þetta. Að inn á samfélagsmiðlunum aldurstakmörk 13 ára og ég velti fyrir mér af hverju 13 ára svona hið nýja 18 ára. Að því á samfélagsmiðlunum þá sjáum við klámefni, við sjáum hatur, gróft ofbeldi sem að vanalega í bíómyndum og þáttum merkt +18, en allt í einu erum við farin að tala um að 13 ára geti tekist á við þetta. Þannig ég persónulega væri ekkert opbáslega spenntur fyrir því að vera 13 ára í dag og fá fullt leyfi til þess að fara inn þessa miðla, sjá að þetta efni væri tilbúin í það. Ég veit ekki, ég öfund ekki börn í dag sem eru 12, 13, 14 ára. Já, ég ætla kannski ekki að fara mjög hratt í gegnum þessi myndbönd hvert og eitt, en eins og ég segi, við byggjum þau á þessu rannsóknum okkar. Við fórum og tókum saman helstu niðurstöðurnar, hvað það leggja áherslu á. Það er samtal um miðlanotkun, þar sem við kynnum okkur leiðir til þess að eiga samtal við börnin okkar. Samfélagsmiðlarnir og þessar aldursmerkingar og ég hef sjálfur lagt áherslu á þetta 13 ára aldurstakmark og ástæðan fyrir því er einfaldlega svo að í okkar rannsókn sáum við að 6–10% barna á aldrinum 9 til 12 ára eru með aðgangur á TikTok og Snapchat. Sem þýðir að við þurfum að byrja á að ná okkur upp í þetta 13 ára aldurstakmark. Og svo ætla ég að vera hundlegur og segja að við þurfum að hækka það. Af því að 13 ára aldurstakmarkið, það er sett af samfélagsmiðlunum sjálfum. Og það er dálítið svona saga hjá samfélagsmiðlunum að þeir setja sjálfur reglurnar um sig. Og við erum svo bara að fylgja þeim, að það er svo opaslega gaman að vera að inni. Og það er góður frasinn, sko, ef að maður ekki borgar fyrir vöruna, þá eru við varan. Það er dálítið þannig í þessu tilfelli. Þeir setja aldurstakmarkið í 13 ára bara út af því að þeir megi ekki safna gögnum 13 ára börn. Þetta er bara út af lögum í Bandaríkjunum sem þetta er sett, þetta mark. Ekkert annað. Það er ekki haft neitt annað í huga. Í aldursmati í þáttum og kvikmyndum þá erum við með þroskarannsóknir barna til hliðsjónar. Þess vegna erum við með þessi aldurstakmark svo 12, 14, 16, 18 ára. Og við sjáum til dæmis í rannsóknum það sem einkennir þessa aldurshópa til þess að 12 ára er að vera áhrifagjarn, að meta það, vera svona, hvað maður segja, viljug til þess að herma eftir hegðun sem jafnaldrar telja sé viðurkennd. Og það gefur augaleið að þegar við erum svona challenge eins og kyrkingar challengeið eða sleek slime challenge sem við erum að sjá á TikTok, þar sem að þau eru að þrengja öndunarvegi þangað til að þau líður út af. Þau átta sig ekki af afleiðingunum og þau telja þetta, því að jafnaldrar telja þetta eðlilega hegðun, þá eru þau líklega til að herma eftir. Þannig að við erum með ofboðslega mörg hættumerki sem við þurfum að hafa í huga. Þannig að ég held að við sem samfélag við ætlum að grípa þarna inn í og við ætlum að fara að setja reglurnar. Með því að efla upplýsingar og miðla erum við náttúrulega valdefla okkur sem notendur á þessum tækjum. Við þurfum ekki að ýta alltaf á að sefta öllu til þess að komast inn á miðlunum. Við þurfum ekki að samþykkja alla skilmála sem þeir setja. Við erum í samstarfi vinnuhópum til þess að reyna að koma böndum á við bara með fulltrúum Meta sem er Facebook og Instagram og Google og öllum þessum. Og þar fáum við svona fróðu og galum hvað þeir eru að gera til þess að efla þessa hluti. Þeim er ekki treystandi til þess að setja þessar reglur, þannig að við þurfum sjálf að vera meðvitaðir notendur þessara miðla. Við höfum fréttir og falsfréttir, þessi aldurshópur, við sjáum að hann á erfitt með að greina hvað eru réttar og rangar upplýsingar. Það er kannski að því að við erum búin að vera hamraðum, við í gagnrýnin og þau eru gagnrýnin á allar upplýsingar. Og nýjustu rannsóknir á börnum sem er þessi Generation Z sem er börn fædd 1997 og eftir. Og ég var örugglega móðgöngull með að kalla hann Bad sem er fæddur 97 núna. En þessi yngri kynslóð, hún leitar að upplýsingum á allt annan hátt en við gerum. Þegar við erum að velta fyrir okkur heimildum og leita heimilda, við förum og googlum, leitum að heimildum, leitum í bókum, leitum í blöðum.
það svona okkar leið til þess að leita heimilda. Þessi kynslóð, hún leitar í jafningja. Það miklu auðveldara að spyrja vini sem eru jafngamlir það, hvað finnst ykkur um Andrew Tate? Og fá þannig heimildirnar í staðinn fyrir að fara að googla og leita og leggja einhverja vinnu við það. Og þetta nýtt vandamál sem við sjá þegar við erum í samtali við bæði skólana, við félagsmiðstöðarnar, að það erfitt fyrir okkur sem eldri erum að koma svo eftir á og segja kannski aðeins skoða þennan Andrew Tate hérna. En allir vinir mínir samt búin að segja mér það að hann sé frábær. Af hverju ætti ég að vera að treysta þér? Og auðvitað, og þið vitið það líka, 12 ára einstaklingur ekki með traust heimild. Þó að það sé margt frábært þegar maður 12 ára. Hatur áreiti 4. myndbandið. Þar erum við að kynna okkur þessar sendingar og deilingar. Nektarmynda, hatur, net, einelti. Og við sáum þetta náttúrulega springa út í umræðinni á þessu ári þegar við sáum fréttir af stúlku sem lendir í mjög harkalegu net einelti. Ljótt mál, en það samt gaf okkur vettvang til þess að tala um þessa hluti, sem svona kannski það jákvætt til þess að taka út í því. En þetta hluti sem við getum aldrei talað á jákvæðum nótum. Við reynum að tala jákvætt miðlanotkun, við reynum að tala jákvætt þetta má ekki verða einhvern dómsdagsspá allt sé að fara til fjandans, en hluti 4 pínu að fara til fjandans til niður. Við tölum klám, og við sjáum þetta aðgengið þeirra að klám mjög mikið, þau eru að skoða klám á skólalóðinni, þau eru að skoða heima á sér, þau eru með aðgengið í símanum. Og breytingin hefur orðið svo að þau eru ekki að sjá klám að einhver annar að sína þarna, þau leituðu sjálf að því í langflestu tilfellum. Og þetta farið að skekkja þeirra svona sýn, þau hafa sjálf ekki náð þessum þroska, þau hafa sjálf ekki neina upplifun af kynlífi sjálf, gefur leið þau eru 9 til 12 ára. Þannig að þetta skekkir þeirra mynd á þessu öllu saman og orsakast í því að þau eru líklegri og finnst eðlilegra að biðja hvort annars og nektarmyndir á hvort öðru. Það ekkert mál að biðja nektarmynd af bekkjarsystur minni að ég sé miklu verri hluti á klámsíðum. Og seinasti hlutin þessi líðan og samfélagsmiðlar. Þannig þá gefur þeim svolítið meira tækifæri á að segja okkur frá þessu. Og það eru mörg góð ráð, það ótrúlega gaman að tala við þau sjálf þessa hluti, að því þeirra sýn ótrúlega mikilvæg. Við vorum að tala við 15 ára einstaklinga, hvað finnst ykkur þetta? Og þau segja, ef ég fengi ráð í dag, þá væri ég í dag að byrja samfélagsmiðlum, 15 ára. Ég hélt þetta væri ógeðslega frábært þegar ég var að byrja inn á þessu 10 ára. Svo kom í ljós að þetta var ekkert allt svona geggjað. Það var margt þarna sem var vont og við fórum að rífast miklu meira þegar við byrjuðum að tala saman á samfélagsmiðlum og svo framvegis. Og þegar við spyrja þau, hvaða reglur myndu þið setja? Og þau setja sig svolítið strangan ramma sjálf eru viljuð til þess ef þau fá að vera með í því að setja reglurnar. Þeim finnst alls ekkert gaman þegar ég að mæta og segja þeim hvaða reglur mér finnst að eiga að vera þetta. Þau vilja fá að vera með í því. Já, hérna þessi vefur miðlarsi.is, ég búin að koma inn á hann verður alveg í geggjaðar vonandi. Það þetta málþing, þetta senasta glæra mín og ég hvet ykkur til þess að skrá ykkur þar, þetta milli 9 og 12 grósku, ef þið hafið tök á, þetta verður líka í streymi. Þannig já, ég held ég bara opnu á spurningar, ég komst nú dálítið hratt í gegnum þetta. Já, komst vel í gegnum þetta, takk Skúli. Einhverjar spurningar úr sal eða? Ég hef hjarta í buxunum og 9 ára barn. Kannski að segja nafn á. Já, hjarta í buxunum 9 ára barn og ég tengi alveg það, ég á sjálfur stelpu sem 6 ára og ég sjálfur að reyna að finna henni góðan farveg og það held ég ágætt að hafa í huga líka, markmiðið ekki að vera fullkomin. Ég ekki fullkomin og við náum því aldrei og það ekkert markmið sjálfur. En markmiðið kannski ná þessu aðeins betri stað, aðstæða þau betur og setja þeim einhver ramma, þau fá einhverja stundir sem ekki með síma. Þau sjálf biðjum það, þau sjálf vilja fá staðir sem eru símalausar. Finnst það fínt þegar við komast þangað og ég vil heldur ekki gefa út eitthvað ríkisviðmið skjánotkun. Ég oft spurður það, hvaða ríkisviðmið, 9 ára, hvaða skjátími í mínútum á við þau. Það náttúrulega alveg gjörsamlega galið í mínum huga, því börn eru svo mismunandi. Við þurfum að finna það hjá okkar barni. Ég sé á minni sem 6 ára, það munar á því hvort hún 10, 15 eða 20 mínútur með iPadin, hvort hún vill láta mig fá hann eða hvort hún að skelfa og vill ekki láta mig fá hann.
Maður má heldur ekki áfella sig að því. Svo koma dagar, það helgi og hún fer klukkutíma yfir skjáttíman sem ég sé að hotlegur hana og ég má ekki áfellast mig sem foreldri þá bara nú mistókst mér. Þú veist, það koma svoleiðis stundir líka, en svona heilt yfir að reyna að ná betri tökum. Já. Já, nei, og líka bara hérna, mér langar bara að sæta. Já, Það ekki máli nei. Og líka að þegar þú ert skjáttíma, þá þarf að skipta máli líka bara hvað þau eru að gera, þú veist, að hérna, en já, en mér fannst bara mjög gaman að heyra þið tala hérna og segja varðandi með 13 ára viðmiðin og hérna, og já, ég bara velti fyrir mér þessari svona samfélagslegu meðvirkni sem við erum með að einhvern veginn eins og komst inn á, að láta samfélagsmiðla og einhver fyrirtæki út í heimi stýra okkar samfélagi að hérna, já, mér langaði bara að hérna kalla til því að bara að, sem sagt, að við hérna sem fólk með þekkingu og svona kannski bara stígum hérna aðeins fastar til jarðar og setjum ykkur og einmitt sýnum fram á rannsóknir, sýnum hérna og að sem sagt, við sem samfélag setjum reglurnar ekki eitthvað fyrirtæki út í bæ. Sko, þetta náttúrulega þetta samfélagsátt. Ég líti á þetta sem lýðheilsumál á þeim stað sem þetta í dag og við þurfum í rauninni þess vegna átak eins og við tókum í hérna nikótín og tóbaksforvörnum, held ég. Og við sem Íslendingar þó séum að eftir á löndunum í kringum okkur, ég held að við höfum það svolítið svona okkar þjóðarsála að við eigum til að taka eitthvað svona mál föstum tökum og ég vona að þetta verði næsta mál sem við tökum föstum tökum. En vandinn náttúrulega líka, nú erum við með mjög marga svona fyrirlestra og það yfirleitt fyrir þá sem hafa áhuga, eru meðvitaðir. Foreldrarnir sem mæta á foreldrafundina eru meðvituð foreldrarnir, þannig foreldrarnir sem þetta ná til mæta ekki. En ég vona að við svona, allavega sem mætum á svona viðburði að við reynum svolítið svona að dreifa þessum boðskapi. Að við getum alveg farið lengra í, þeir eru algoritmi til dæmis, samfélagsmiðlum, hann stýrir svolítið hvað efni við fáum og við sjáum það að eftir þess að efni nálgast það að vera bannað efni, ofbeldi sem ekki nógu gróft til þess að vera bannað, fámfengi efni sem ekki samkvæmt lagarammanum. Við erum líklega þess að bregðast við efni eftir því sem að verður nærði að vera að banna, eftir þess að vekur hjá okkur sterkari tilbyggingar. Samfélagsmennir hugsa, ok, með þessar upplýsingar, geggja, ég ætla að beina þessum upplýsingum frekar af fólki, af því það heldur við frekar við efni. En við fengjum að ráða algoritmanum og nota bene, við erum með lög og reglur algoritma sem notaður í fjármálakerfinu, en ekki inn á samfélagsmiðlum. Eina samfélagsmiðlum sem stýra samtalin okkar, lýðræðislegri umræðu, því hvað börnin okkar sjá, sem ég finnst í raun algjörlega galið. Við passum betur upp á peningun okkar heldur en börnin okkar, en við höfum líka séð það kannski á fleiri sviðum. Kannski bara smá viðbót frá mér að hérna skóli með alls konar kenningarefni og ef að bókasöfn vilja taka þátt í upplýsingamiðlunarlæsisvikunni í næstu viku, bara þess vegna með að hafa þessi plakött og benda þannig að fólk sjáu það sem kemur inn á bókasöfnin og endilega bara hafa þau samband og við sendum ykkur kenningarefni. Algjörlega. Og einhverjar fleiri spurningar? Getur líka, ef einhver spurningar eru á netinu að hvert á að hafa samband þá? Já. Eins og ég ekki komið með miðlalæsi.is netfangið, þannig að það má senda á mig skúli@fjölmiðlanefnd.is og ég reyna að svara öllum fyrirspurnum. Það líka alveg sjálfsagt, við erum með þessa mánaðarlegu fundi upplýsinga og miðlalæsi sem við upplýsingar hluti og það alveg sjálfsagt að fá koma inn á svoleiðis fund, allt okkar efni og við lítum á það svoleiðis að allt efni sem unnið fyrir ríkisfé á að vera aðgengilegt öllum án einhvers auka endurgjalds. Og hvar finnum maður það, segirðu? Þið finnið efni eins og inn á fjölmiðlanefnd.is sem við höfum verið að vinna með. Sendi mér líka skúli@fjölmiðlanefnd.is. Já, fjölmiðlanefnd.is er staður sem ég er núna með upplýsingarnar, en í næstu viku opnar miðlalæsi.is, bæði miðlalæsi og miðlalæsi. Þá getið þið sótt allar upplýsingarnar þar. Okay. En ég mæli með því. Takk. Mjög þakkt.
Og eins ef þið eru að vinna einhverja skemmtilega rannsókn eða eitthvað á þessu sviði, þá vil ég fá að vita því. Gott, það væri gaman að hendi þá fréttin á síðuna til þess að benda á það. Þetta á að vera net til þess að auðvelda samskipti á milli þeirra sem er að vinna að upplýsingamiðlæsi og þess vegna upplýsing mjög stór hluti. Fyrir mér miðlæsi svona yfir hugtak sem nær yfir fjölmiðlalæsi, myndlæsi, upplýsingalæsi. Þannig að bara endilega. Ekki, ef ekki bara gefa skólan gott klapp. Takk fyrir. Takk fyrir góðan fyrirlestur. Nei, við erum bara að vinna.